Hæ, ég með æðislegar æfingar fyrir mittið sem ég hveti í rauninni til þess að gera bara eins margar endurtekningar og þú treystir. Fyrsta æfingin þannig að þú leggst á dýnuna eða teppi, bara það sem þú átt, leggst á aðra hliðina, hvílir höfuðið í lónum, tyllir hinni höndin fyrir framann, teygir vel úr ristum, svo ætlum við að lyfta fótunum rólega upp og niður. Gerðu bara eins margar endurtekningar og þú treystir. Ef 10 nægja þér, flott, þá gerirðu 10. Ef þú þarft að gera 20 til þess að finna vel fyrir þessu, þá gerirðu 20. En þetta æðislega æfing sem maður reynir hérna á mitti á skáðuna. Næsta æfing þannig að við bara bökkum aðeins þangað til ég finn að þunginn hvílir á rasskinninni. Áfram með höndina fyrir framann. Núna ætlum ég að beygja fætur að brjósti og rétta teygjurristunum. Þannig að þegar við beygjum fætur að brjósti, þá fara hnén í sundur. Sama hér, 10 endurtekningar, 20. Finndu bara hvað líkaminn þinn leyfir. Þriðja og síðasta æfingin þannig að þú krossar fætur, kemur upp á olnbogann, svo ætlar að reyna að lyfta mjöðmunum upp. Þetta krefjandi æfing. Þú getur verið með höndina hér, hérna eða upp. Mjög gott að halda, þú finnur að fara að skjálfa. Ef þú ert að byrja, þá beygirðu neðri fótinn. Þannig getur þú eftir að gera þessa æfingu sem kallast hliðarblokki. Ég mæli með því að halda þessari æfingu alveg lengi og þú getur og svo hvílir þú. Slakar aðeins, gerir alveg hinum megin og mjög flott að gera 2 til 3 umferðir af þessu. Alveg geggjaðar fyrir mitt. Gangið vel.